En þetta snýst náttúrulega bæði verndun og þetta snýst líka öryggi og þægindi og bara virðingu fyrir konum. En þú sér það til dæmis ef þú skoðar bara afbrotatölfræði og samsetningu fanga í löndunum, bæði Bandaríkjunum, Bretlandi, fleiri stöðum, að það svona sirka 70% af föngum, karlmönnum, þeir eru inni fyrir kynferðisbrot. Og sama má segja transkonur, 70% transkvenna sem eru í fangelsum eru inni fyrir kynferðisbrot. Þannig að hlutfall milli transkvenna og karla, það breytist ekkert. Með transkarlana í búningsklefum og annað, þetta er ekki sambarilegt. Sko, ef transmaður kæmi inn í búningsklefa hjá okkur Frosti, þá myndirðu telja það vera einhverja ógn. Nei. Þú veist, það er allt annað sæðlist. Það myndi eiginlega vera meiri ógn fyrir viðkomandi að koma inn í karlaklefan. En þegar við snúum þessu við, að kemur bara svona stór vaxin svona gilitrutt inn í kvennaklefan, skilurðu, og er kannski með allt lafandi niður, þá er það náttúrulega allt öðruvísi ógn fyrir konunar sem eru þar inni. Já, við allavega getum ekki gert lítið úr þeirri upplifun kvenna. Nei, auðvitað ekki og tala nú ekki núna hafa íslenska konur verið feiknar duglegar síðustu ár að mála karla upp sem svona hálfpartinn bara, kynferðisafbrotamenn og annað. Allir séu þeir líklegir. Hvað eru það þá að bjóða þessum köllum inn til sín í kvennaklefana? Og þetta eru sömu konurnar, takt eftir. Þú veist, þetta eru sömu konurnar sem hafa verið að mála karla, skrimslafaða karla hvað mest, sem eru hvað ólmastar í að fá karlana inn til sín í kvennaklefana. Við verðum að fara tilbaka þar sem við vorum með varnagla. Þar sem, og varnaglarnir voru ekkert bara til þess að, sumt transfólk segir að varnaglarnir voru til þess að hefta og gera ferlið ómanneskulegra og tímafrekar og annað fyrir það. En ef þú ætlar að fara að taka svona afdrifaríka ákvörðun í lífinu þínu, þá er tíminn þinn besti vinur. Og ég held að það að við fjarlægum þessa varnagla hafi bitnað hvað verst á transfólkinu, einmitt vegna þess að umræðan er orðin svo hatrum og neikvæð. Og ég held að til þess að snúa þessu við, menn það var enginn sem var að ræða trans fyrir 20 árum. Þú veist, það var transfólk til staða fyrir 20 árum, sem er Völu Grand og Önnu Kristjáns sem var hana fyrir 20 árum, ekkert vandamál. En þegar voru komin þarna inn, það sem eru engi varnaglar, hver sem getur bara sagst vera trans, það eru kennarar og hagsmunafélög út í bæ, að jafnvel telja börnunum trúum að þau séu trans, þá erum við komin inn á stað þar sem við þurfum að fara að ræða saman og endurskoða, check and adjust, það sem er búið að ganga á. Við erum með kynslóð og fólk sem þekkir ekki muninn á mannréttindum, sérréttindum og forréttindum. Og við, grundvalla mannréttindi eru eitt, en það er enginn á Íslandi að berjast fyrir grundvalla mannréttindum, því að þau eru tryggð fyrir okkur öll, jafnt. En okkur vantar að banka í borðið að við séum með samfélagslegan sáttmála sem funkar, sem virkar, og það er þar sem við þurfum að fara.